Jæja, góða kvöldið. Hér eru bræðurnir mættir í enn eitt verkefnið í félagsfræði og það er verkefnið mansal og við horfum á hana í kveikþátt, og það var farið yfir eitt svona mansalsmál og eitt vafasamt mál. Og fyrsta spurningin hver eru helstu afbrotin í málinu og rökstuðningur, og náttúrulega númer 1 og 3 er bara mansal. Það er bara að vera einstaklingar eru lokkað til landsins þeir vona að þeir fái betri tækifæri hér á landi. Logið að þeim, sagt þeim, lofaði alls góðu. Það þurfa að borga mjög há upphæð, bara brjálæðislega há upphæð til að komast til landsins í fyrsta lagi. Og mjög há upphæð líka til að koma fjölskyldu sinni í landið. Og síðan er það líka peningaþvættir, bara svíkjum laun, bara þrælkunnar vinna. Þetta er bara þrælastarf, sko. Og líka, kannski eitt var líka heilbrigðiseftirlitið. Maturinn sem það var kælir að það niðri, kjallari, með matar sem rottur voru, og það er örugglega afbrot líka í, það var spurning 2. Spurning 2, hvaða aðferðum var beitt til að lokka fólkið til landsins? Það var bara þessi sama gamla góða sagan, bara betra líf, betri kjör, betra líf, bara og bara betri tækifæri, og fólki trúi náttúrulega, fólki er náttúrulega bara í þessum löndum, þessi þriðja heims lönd, sko. Þetta er náttúrulega bara svo bág kjör fyrir fólki sem býr þar. Og bara munur, þau veit ekki alls eiginlega hvað það er að stíga út í. Þau halda bara Ísland sé bara himnaríki sem er í rauninni miðað við hin löndin, sko, þannig En síðan er það allt svikið, sko. Bara festist þau, verða bara þrælar, skildu samning. Og bara vinna kannski 12 tíma vaktir, eins og 12 tíma vakt 6 daga vikunar og 1 frídagur. Þessi maður, þetta er bara siðblindur nýðingur, þessi gæði. Þá er það spurning 3, hverjir eru líklegastir til að hafa þyngstu dómana og af hverju? Við ætlum bara að segja hvað er þessi víetnamska fjölskylda sem byrjaði að opna sér á veitingastað á Íslandi. Ég man ekki alveg nafnið, en hann var allavega það er þessi forsprakkin ég man ekki hvað hann heitir. Og síðan er það konan hans sem sér hún sá bókhaldið og líka bróðir hans. Það er þessi fjölskylda sem er bara með þetta, og þau eru náttúrulega með fullt af fólki í vinnu og sem lokka. Þetta fólk náttúrulega framdi alla þessa glæpi sem við tókum fram áðan. Þannig ef maður pælir í alla þessa glæpi lagt saman í eitt, sko, við erum að horfa á háan dóm, langan dóm, sko. Og þetta er líka bara skipulögð starfsemi, sko, þau eru með fólk að vinna fyrir sig að kippa í þessa spotta og hérna. Þetta fólk svífst einskis. Og síðan er náttúrulega voru þessi fjölskylda tengd svona handrukkurinn á því, eins og kom fram í vídeóinu. Þannig að þetta er vafasamur business, eins og maður segir. Þetta er bara sorglegt. Og þá er það síðan spurningin, og það er hvernig myndir þú dæma í málinu og af hverju? Minn ástkæri bróðir Bjarni að skreppa, þannig ég kláraði bara einn. Sko, ég myndi dæma þetta bara, það er nokkru þættir sem ég þarf að hafa ígrundaða fyrir, og það er alvarlegi brotana, það er pínu komið fram. Og þessi líka fjöldi fórnarlamba, því fleiri sem þetta eru, því lengri myndi dómurinn vera. Og auk þess myndi ég hafa dóminn harðari, út af hversu mikið gróði myndi koma út úr þessu. Því meiri gróði sem þetta var, því meiri skaðabætur getur gerandinn greitt þolindanum. Þannig en bara alltaf bara fara af þessu alvöru hörku, sko. Þetta er alltaf algjörlega siðblind og bara óskiljanleg hegðun. Nei, reyndar ekki óskiljanleg. Mannskepnan er bara græðgi skepna og þrífst áfram á græðgi, sko. Þannig þetta er ekkert óskiljanlegt, þetta er bara mannlegt eðli. Græðgin, ræður för því miður hjá mörgum, hjá flestum. Þannig þetta er bara svona maður sem nýtti sér Ísland og bara, hann nýtti sér Ísland til þess að græða pening. Takk fyrir okkur.